Nú verð ég hugsanlega tekin af lífi, en það á alveg við Me Too. Þú veist, við gengum það langt með Me Too að núna er verið að taka, þú veist, einstaklinga af lífi á samfélagsmiðlum til dæmis, án dóms og laga, fyrir það að hann greip í rassinn á einhver minn á Subway eða sagði eitthvað fyrir, þú veist, 1000 árum síðan og það er, ok, gott og vel. En á fólk ekki að eiga uppreist æru inn í samfélaginu eftir að hafa gert mistök. Nú er ég frá Ísafirði og ég hef séð samfélagið fara úr að vera blómlegt niður í það að verða nánast að engu, svo kemur fiskeldið og þá allt í einu er bara blómleg byggð á Vestfjörðum aftur. Það er sjálfbær matvælaframleiðsla sem við þurfum að gera okkur grein fyrir að skiptir okkur eyju út í miðju Atlantshafi öllu máli, nei þýðir nei og það mun alltaf þýða nei. En þú veist, og það þarf að virða það. En málið það samt smáður að þú veist, við gengin of langt, pendullin er komin aðeins of langt, þannig að við náum ekki þessu upp að strákunar okkar eru til dæmis bara hreinlega ekki að þrífast eins og vel í samfélaginu við myndum vilja sjá. Þá látum við ekki trufla okkur. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, hvað segirðu gott? Ég segi gott. Ekki? Jú. Ógeðslega gaman að vera komin. Ekki? Já. Hvað er að frétta? Bara ljómandi. Bara kosningabaráttu og bara skemmtilegt. Er þetta bara skemmtilegt? Kræfjandi, skemmtilegt. Já. Allt í bland. Já. Hvað þið standið ekki vel? Nei, því miður. Þú ert í öðru sæti í Reykjavík Norður fyrir Framsókn. Já. Með Ása. Jep. Varst í Suðurkjördæmi, færðið þig. Hvernig Reykjavík hefur ekki verið eitthvað sterkasta vígi? Hvernig ætlaði að gera þetta? Hvernig ætlaði að sannfæra? Einar Þorsteinsson, búið að vera svona upp og niður. Hvernig fólk er búið að vera ánægt, hvort að fólk er búið að vera ánægt með hann í Reykjavík? Það er nokkrir hlutir sem að standa þar svolítið í okkur, ef maður segja eins og er. Þú veist, Einar Þorsteinsson náttúrulega er að standa sig mjög vel. Grafarvogsatriðið er að reynast okkur svolítið strembið. Hvernig er verið að fara í skipulagsmálum þar og óánægja íbúa þar. Og það náttúrulega hefur alveg áhrif á okkur í landsmálunum í þessu kjördæmi að það sé svona mikil óánægja með þá núverandi borgarstjóra og meirihluta í borginni. En ég held samt að við náum að, ef ég má sletta, bara ræsa bávitt og svolítið að sýna hvað við erum megnug og hvað við stöndum fyrir, því að við erum með skýr gildi. Og hver eru þau? Vinna, vöxtur, velferð. Vinna, vöxtur, velferð? Já. Þetta heldur allt í hendur. Við getum ekki haft velferðina ef við erum ekki með fólk í vinnu og við erum ekki með vöxtin ef að fólk er ekki í vinnu og þá erum við ekki með hagvöxt. Þannig að þetta heldur allt í hendur. Hvernig finnst þér vinnumarkaðsfyrirkomulagið vera? Finnst þér fólk almennt vera nægilega duglegt? Finnst þér almennt fólk vera að væla of mikið yfir sin eigin tilvist og hvernig sér þetta fyrir þér? Ég veit hvað ég finn að passaði að þú ert stjórnmálamaður. Ég er stjórnmálamaður en ég er fyrst og fremst persóna með mínar eigin skoðanir og ég er á því að við erum að sjá ákveðnar kynslóðabreytingu hérna. Ég meina þegar við vorum yngri að þá vorum við ekkit að væla yfir því að þurfa að mæti vinnuna, jafnvel þóttu við vorum 14-15 ára og vorum ekki að hringja út af því að við vorum bara ekki andlega stemd í það að mæti vinnuna þann daginn. Við varum mættum í vinnuna, það var ekkit í boði. Þú veist, þetta er allt öðruvísi, hugsunaháttur hjá kynslóðin sem koma á eftir okkur og það er bara spurning hvað erum við að gera rangt. Fyrst að fólk er svona rakt við að vera í vinnu eða getur hreinlega bara skorast undan að taka ábyrgð. Ég hjartanlega sammálaður. Ég veit ekki af hverju ekki fleiri eru að tala á þennan máta því að það virðist vera sem að það er orðið einhvern veginn bara svona vinsælt að vera bara meðvirkur gagnvart svona lægsta samnefnarum. Það er bara meðvirkur gagnvart þeirri mannesku sem að vælir mest yfir einn tilvist. Akkurat. Og við þekkjum öll einhverja mannesku sem að og hefur verið svona bara einhvern veginn að væla sig í gegnum lífið og allt einhvern veginn er alltaf hornum sér nákvæmlega og alltaf að væla yfir því hvað allt sé ömurlegt og allir aðrir ömurlegir, tekur aldrei ábyrgð á neinu. Nei. Það ég veit ekki hvort það hafi komið í kjölfar samfélagsmiðla, það gæti verið, ég er svona einhvern veginn að hlýtur eiginlega að vera því að svona það fólk sem að maður er ólíklegastur til þess að vilja svona hafa í kringum sig eru manneskir sem við fylgjumst mest með á samfélagsmiðlum. Akkurat. Ég myndi aldrei henni að hitta þessa mannesku. Nei. En ég er samt alltaf að fylgjast með henni á samfélagsmiðlum tala hvað allt sé ómögulegt. Akkurat. Hvað er það? Er það einhver svona sækni einhverja þjáningu hjá okkur að fylgjast með hvað allt virðist vera eða fólk heldur að það sé ömurlegt?
Því að staðan er bara ekki svo að það hér sé allt ömulegt og að síðasti maður úr landinu slekkur ljósin, sko. Það er bara ekki staðan. Við Nei, búum í mjög góðu samfélagi og við erum einhvern veginn þannig að, þú veist, við erum, að mínum mati, þá eru Íslendingar mun sterkari heldur en að við erum að sjá í þessum háværa minnihluta sem að er að tjá sig mest um það hvað allt er, að sökkva. Já, ég er sammála, en nú eru þið búin að halda utanum ríkisstjórnartaumana núna í svolítinn tíma. Þetta hefur farið til verri vegar á senstu 7 árum. Hvað var þetta viðhorf? Ertu vissum að það sé bara á síðustu 7 árum? Er þetta ekki búið að vera bara í svona ákveðin sígandi í þessu í mörg ár? Ég meina við sjáum það... Hvenær sér þess að þróun hefjast? Ég sé hann svona hefjast bara upp úr hruni. Þá finnst mér einhvern veginn svona kynslóð koma upp sem að, þú veist, kemur á eftir að við útskrifumst úr grunnskóla og við erum að klára jafnvel framhaldsskóla 2010, cirka. Já, Jonathan Haidt setur þetta á 2010-14, sko, þegar að unga fólki fær snjallsímana. Já, einmitt. Sem er ekki ástæða fyrir slæmri geðheilsu ungs fólks. Heldur er það út af því að þau hafa ekki nægilegt aðgengið að sálfræðiþjónustu. Þú hefur látið hérna málefni barna þig varða. Hvað finnst þér þetta málefni að foreldrar ber ekki ábyrgð lengur á börnunum sínum og ber ekki ábyrgð á því að láta þau ekki hafa snjallsíma og ber ekki ábyrgð á neinu sem viðkemur þeirra lífi út af því að ríkið að bjarga börnunum? Eigum við ekki bara svolítið að fara aftur í það að við erum mjög meðvirk sem samfélag eins og staðan er í dag. Við erum svolítið þar að það er, þú veist, ég finn þessa pressu alveg þegar það kemur að mínum eigin börnum. Þú veist, það er já, en mamma þessara að vera með TikTok og Snapchat og Instagram, já, en samt sem áður þá ert þú bara 10 ára gömul og það er ákveðið aldurstakmark á þessu. Og maður þarf að standa svolítið í lappirnar sem foreldri í þessu samfélagi sem við búum í, sem er frekar harðnandi hvað þetta varðar ef eitthvað er. Mér finnst heldur ekki rétt að ég sem foreldri segi bara að menntastofnanirnar eiga að sjá að kenna börnunum mínum samfélagslega gildi og kenna hvernig á að lifa í samfélagi. Það er mitt hlutverk sem foreldri að kenna það. Menntastofnanirnar koma síðan sem stuðningur og sem ákveðir hlutverk inn í líf barnanna okkar. En fyrst og fremst er það þitt að ala upp barnið, ekki menntastofnanirnar. Eða annara í samfélaginu. Við erum alltaf að tala um það að það taki heilt þorp til að ala upp barn. Sjálfsögðu. En það er líka þannig að við þurfum að horfa í þá stórfjölskylduna og hvernig við erum að halda utan börnin okkar. Það er ekki kennarana sem er að vinna á gólfinu að gera það. Það er okkar hlutverk sem foreldra fyrst og fremst, svo kemur allt annað í ofanarlag við það. Það er mín skoðun. Ég er með, kannski er ég á villigötum, ég veit ekki, en mér finnst foreldrasamstarf bara mjög mikilvægt í bæði forvarnarhlutverki, í uppeldi barnanna okkar og hvernig við erum að skila börnunum okkar sem almennlegum samfélagsþegnum út í lífið, sko. Mér finnst líka bara, sko, við þurfum að horfa á þá grunneiningu að eftir því sem maður er meira á samfélagsmiðlum, því heimskari verður maður. Og þá er ég ekki að tala um eitthvað að sé endilega allt fólk heimst á samfélagsmiðlum, en þú persónulega verður heimskari af því að vera á samfélagsmiðlum miðað við þá forsendu að sá fórnarkostnaður sem þú ert að nota, það er að segja tíminn sem þú ert að nota, gæti verið varið á miklu skynsamlegri máta. Svo erum við með ungt fólk sem er ekki með þroskaðan framheila, sem við látum hafa eitthvað bara dópamíntæki til þess að friðþægja, eða í rauninni kaupa okkur ákveðin tíma til þess að geta slakað á, en við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þá erum við að eyðileggja athyglisbönn þessa barns og líka gera það heimskara og ólíklara til þess að geta tekist á við lífið. Já, ég meina, þú veist, við höfum alveg heyrt það, sko, að þú veist, það voru gerðar ákveðnar rannsóknir til dæmis bara með hvolpasveitina. Varðandi þetta, þú veist, það er alltaf skipt ramma á 5 sekúndna fresti til þess að halda krökkunum við þetta. Svo þegar það er búið að slökkva þættinum, að þá sjáum við ákveðið mynstur í hegðuninni hjá börnunum, sérstaklega þessum sem eru yngri. Ég meina, þú veist, þetta er targetað á hópa, þú veist, börn sem eru hvað frá 2 upp í kannski 5-6 ára. Þau eru ekki með þroska í það að fá svona mikla mötun á upplýsingum inn í heilan á sér á hverjum einasta degi. Og ég meina eðlilega þá sjáum við ákveðið hegðunarmynstur í kjölfarið þegar það er búið að dæla svona mikið inn í hausin á börnunum okkar. Fyrir mér er þetta áhyggjuefni, hvernig sko bæði samfélagsmiðlar og hvernig sko
hvað ég segja, svona veiturnar sem að eru að framleiða efnið eru að targeta, börnin okkar með þessum hætti og ég hef verið að spyrja spurninga þetta inn í allsherjar- og menntamálanefnd varðandi meðal annars fjölmiðla öryggi og hvernig streymisveitunar eru að hafa aðgengi að börnunum okkar og aftur þá kemur þetta samt sem áður alltaf inn í okkar hlutverk sem foreldri að það er þitt að ákveða hvað barnið þitt hefur aðgang að. Það er ekki samfélagsins. Við þurfum líka að nota þessi tæki. Það er frábær tækifæri í því að nota snjalltækin sem menntunartól til dæmis. Af hverju erum við ekki að fara meira inn í það að kenna þeim á það hvernig þau geta, sótt sér fræðslu, notað tækin meira inn í það að læra meira og allt þetta. En það er líka það að það sem að er svo, það sem að hræði mig pínulítið og þegar ég hef verið að tala við menntaskólanemendur til dæmis eða grunnskólanemendur í 10. bekk að ekki láta mata þig af upplýsingum sem þú sérð á netinu. Vertu gagnrýn, spurðu spurninga, farðu ofan í kjölun á hlutunum sjálfur. Því að við sjáum alveg þessar fyrirsagnir á fréttunum eru jafnvel ekkert í samræmi við það sem að raunveruleikin er. Og þá er maður svolítið svona að hugsa yfir því bara, ok, hvað ef að við erum ekki að gefa krökkunum okkar það tól að vera með gagnrýna hugsun í nútíma samfélagi sem er mjög hratt. Og við erum að hugsa mjög hratt, alltaf. Já, ég er alveg sammála þessu. Hérna ef þið heyrið einhverja dingi þeir heyrist þið vera hættir, en það var hérna annarkortilega rússarnir komnir eða við erum að upplifa einhvers konar byggingaframkvæmdir hliðina á. Það er satt verið að byggja eitthvað hérna hliðina og ég hef aldrei lent í þessum svona miklu dingjum, en þeir eru satt að bora eitthvað. Og ef þið viljið styrkja þetta framtak þá var það gert á partus.is/pælingi, glem alltaf að fara með þessa ræðu. Og ef þið eru að horfa á þetta á YouTube þá með endilega gera subscribe á þessa rás og dreifa þessu efnið á þeim miðlum sem þið eruð að nota sem hræðilegu samfélagsmiðlum sem við erum að tala um. Hérna, en nú veitum við það að Ásmundur Einar er búinn að vera ótrúlega meðvirkur með þeim menntavísindaöflum sem eru að reyna að sporna við því að einhvers konar breytingar séu gerðar á því fyrirkomulagi sem er gert fyrir börnin bæði innan menntastofnana og svo náttúrulega einhver svona sér hópar líka í því eitthvað nei, þeir þurfa að læra á skjáin og eitthvað svona algjörðella. Ásmundur Einar, oddviti með þér, er búinn að vera allt og meðvirkur í þessu og alveg búið að vera til skammar að mínum að mörgu leyti að við höfum ekki verið að innleiða nægilega mikið af þeim svona tólum sem að fyrir hendi eru og sem að hafa sýnt fram árangur annar staðar eins og Kveikjum neistann og fleira þar fram til göttunum. Af hverju eru þið búin að vera með stjórnartauminni í 7 ár? Þú segir þetta hafi verið ljóst fyrir hrun eða eftir hrun. Af hverju óskofunum eru þið ekki búin að grípa í taumana? Já, ég meina við erum náttúrulega búin að vera í þeirri vegferð. Við erum búin að vera í því að koma á nýri námsgagnastefnu og innleiða þá frekar stafrænar lausnir inn í menntastofnanirnar okkar. Þannig að við getum kennt þessum börnum betur á þessa hluti og ég meina við erum að vinna eftir menntastefnu sem var unnin í samráði við OECD til dæmis og er bara mjög flott plagg og það var ekki gert fyrir að Lilja Alfreðsdóttir kom inn í menntamálaráðuneytið. Svo erum við búin að vera að vinna að því og það að segja að Ásmundur Einar sé meðvirkur, ég blæs alfarið á það. Hann er ekki meðvirkur, hann er búin að vera að taka breytingar sem eru mjög kerfisbreytingar, risastórar, sem eru mjög erfiðar fyrir samfélagið að sætta sig við. Ég meina það er farsæld barna. Við vorum með frumvarp bara á leiðinni inn í þingi sem að hefur með inngildingu barna í skólakerfið að gera. Hver var á móti því? Það var náttúrulega enginn á móti. Við fengum bara ekki að klára það út af því að ákveðni stjórnarflokkar gugnuðu á samstarfinu. Já, en ég er að segja að hann hefur verið meðvirkur gagnvart einhverjum öflum. Hann hefur ekki verið að fara gegn einhverjum hugsjónum, farsæld barna og inngilding sem er enda hræðilegt orð, ég hef pínu á móti því. Já, já. En hérna, það er eitthvað sem hefur ekki verið mjög, hvað var að segja, ekki margir sem verið á móti því. Voru margir á móti? Nei, ég er að segja, það voru ekki margir á móti. Nei, þannig að það hefur ekkert, þú veist að lýsa honum eins og einhverjum svona hugrökkum riddara á hvítum hesti. Nei, en það sem Ásmundur Einar gerir svo vel er að hann tekur, það er enga breytingar sem að fara í gegnum ráðuneytið hans eða hans ráðherra hlutverk nema að hann taki viðtakt samtal og samráð við alla þá sem að þurfa síðan að fara að vinna eftir þeim breytingum sem við erum að gera. Og ef við fáum ekki til dæmis kennarana og félagsfræðingana eða sálfræðingana eða hvaða annað fagfólk sem er að vinna með börnunum okkar, ef við fáum þetta fólk ekki til þess að vinna eftir þeim breytingum sem við erum að gera, þá eru þær tilgangslausar. Þess vegna tekur þetta svona langan tíma að komast í eitthvað
form inn í þingið þannig að við getum samþykta. Við erum með nýja skóla og ég man aldrei hvað það heitir. Skóla og mennta- og skólaþjónustu stofnun sem að tók við að menntastofnun sem að var orðin á algjör risaðla og við tókum hana og það var mjög erfitt að ná því til dæmis bara í gegnum sjálfstæðisflokkin í þinginu sem að þetta hefur verið samþykkt og komið í gagnið árið áður heldur en að þetta raunverulega gerðist bara út af því að við vorum að taka samtalið. Er þetta ekki mestmegnis sama fólki sem var ráðan inn? Nei, það var komið að helling af nýju fólki, það var tekið fólk sem er búið að vera öflugt í samráðinu, öflugt í því að innleiða farseldina héðan og þaðan af landinu. Það er til dæmis einn sem var búin að leiða fyrirmynda sveitafélagið Árborg í farseldinni sem var fór þarna inn í þessu stofnun og er að vinna með þessi mál. Þannig að nei, það var ekki meira og minna sama fólkið. En það var uppfærsla á þessu. Og það að segja að við séum búin að halda á stjórnartaumunum í 7 ár og það er ekkert búið að gerast. Það er bara hreinlega ekki satt. Nei, jú, það er margt búið að breytast. Við sjáum verri PISA-tölur og við sjáum verri tölur hvað allt varðar nema kannski aðeins smá örlítið skárra hvað var það líðan barna. En Töluvert mikið skárra. Já, töluvert, það var ekki mikið skárra. En það er allavega horfir upp á við hvað var það líðan. Við vorum alveg með tveggja stafa tölur. En aftur á móti það var PISA-tölur farið neðar, við erum með dýrasta kerfið, vissulega margt búið að breytast, margt búið að fara til verri vegar. En ég er að velta fyrir mér, sko þið hendið framsóknarmenn, hendið átt einhverjum svona fallegum hugtökum eins og farsæld og ánægja og þá getið þið sagt, hvað ert þú að móti ánægju? Og hendið einhver svona hugtökum á einhver svona plögg sem eiga að vera rosalega falleg og rosalega góð og virka ekkert svakalega vel oft. Hvað þið eruð ekkert að mæla svakalega vel? Nei. Hvernig, hvað setur, ef þú setjum þig í bara stjórnmálaspekulandinn, á hverju gengur ykkur illa? Hvað er það, ef þú ættir að meta það? Og hvað er það sem er ykkur að kenna? Ekki fara að segja eitthvað utan að liggja þetta ástæður og Grindavík og COVID og efnahagsástandi. Nei, það er ekki. Hvað er það innan Framsóknar sem veldur því að fólk er ólíklega til þess að kjósa ykkur? Við erum of hóvar. Já, við hendum fram alls konar hugtökum til þess að, fá hlutina í umræðina og, þetta er allt gert af vel ígrunduðu máli. En það að segja að þetta séu bara hugtök er ekki rétt, því að við erum með mjög skýrar nálganir, skýrar aðgerðir á bakvið þessi hugtök. Þetta er ekki bara hugtök. Það sem að við getum hins vegar gert betur er að væri aðeins meira með kassan út. Við höfum góða sögu að segja. Við höfum verið að gera, við erum bara búin að vera á skóflunni. Allt þetta kjörtímabil og síðasta, við erum búin að vera bara að vinna vinnun okkar, en við erum alltof lélega að segja frá því, hvað við erum að gera. Út af því að lélega PR-fulltrúa. Já, eða þá bara við erum of hóvær í því að berja okkur á brjóst það sem er vel gert. Og ég held að það sé okkar akkilesarhæll í þessum kosningum er að við erum ekki að ná upp á yfirborðið í umræðinni út af því að við erum búin að vera of hóvær í því hvernig við erum að nálgast hlutina og við erum ekki búin að vera nógu duglega að berja okkur á brjóst því að við erum búin að gera gríðarlega mikið af góðum hlutum í öllum þeim ráðuneytum sem við höfum haldið á síðasta kjörtímabil. Búvörulögin. Ok. Talandi hluti sem hafa ekki farið vel. Já. Ég var að hlusta á þig hjá Birni Þorláksinni fyrir 7 mánuðum, þar sem að þú sagðir að þetta hefði allt verið gert með pompa og prakt og allt verið frábært. Núna er búið að færa rök fyrir því að þetta hafi farið gegn stjórnarskrá og við ætlum ekki að ræða hvort þetta hafi verið gott fyrir bændur eða hvort þetta hafi verið eitthvað skemmtilegt fyrir bændur og hvort þetta hafi verið gott fyrir neytendur. Praktíkina í þessu. Nei, við ætlum ekki að ræða það. Af hverju gerðu þið þessi mistök að leyfa þess að fara í gegn? Gerðu við mistök? Samkvæmt dómnum? Já, samkvæmt dómnum, en svo set ég á með lögfræðiglerun og sé að það er, við vorum ekki að breyta frumvarpinu þannig að við værum að setja nýja hluti sem voru ekki þar inn fyrir. Við vorum í rauninni að útvíkka hlutverk þessa frumvarp sem að koma inn til þingsins. Þarna átti að vera bara svín og kjúklingur ef ég mann rétt, en við settum lamb og nautan inn líka. Það var það sem við gerðum. En það að segja að þetta sé það mikil breyting á frumvarpinu að þetta sé bara gjörsamlega nýtt frumvarp, ég hef stórar efasemdir út frá lögfræði við það. Það hafa verið stoppuð mál
inn í þinginu af nefndasviði sem að, þú veist, eða breytingatillögur við mál þar sem að það hefur verið hreinlega bara allt aðra breytingu heldur en að frumvarpið hafði með að gera og það hefur verið stoppað og sagt nei, þarna ertu komið með bara nýtt frumvarp, þetta hefur ekki með kjarnamálsins að gera, en það var ekki það sem við gerðum, þannig að ég hef stórar efasemdir þennan dóm og ég vil bara sjá að Hæstiréttur taki á þessu máli því að þetta er svo sannlega fordæmisgefandi fyrir stjórnskipan Íslands. Já. Þetta var mjög leiðilegt lögfræðilegt svar. Nei, mér finnst að ég glemdi náttúrulega að vera lögfræðingur, ég held að það er miklu auðveldara fyrir mig. Já. Sko, ég er ekki lögfræðingur, en ég er svona stjórnsýslufræðingur, ég gleymi þessu, ég er stjórnsýslufræðingur, en ég get bara mér á brjóst eins og þú varst að tala að gera hérna rétt aðan. Sko, það voru margir sem voru að benda á það að stjórnsýslan væri mjög ábótavant út af því að, og ég held að Sigmar hafi verið að benda á þetta, ég held að, og töluvert fleiri sem voru meint að benda á það að þetta væri að fara gegn samkeppnislögum. Og þegar ég las yfir þessi lög, þá gæti ég ekki betur séð heldur en að það væri nákvæmlega málið. Ég bara var ekki nægilega lögfræðilega vel að mér að ég taldi bara það, ok, þá er bara eitthvað sem mér er að yfirsjást. En þetta fer gegn samkeppnislögum. Við vorum náttúrulega að gera undanþágu frá samkeppnislögum. Já, af hverju? Út af því að það er ekkert hlaupið að því og það sem er svo sérstakt við þetta mál var að þetta var nánast gert á einhverjum hlaupum. Þetta var kynnt og farið í gegn nánast bara á örfáum dögum. Það var það sem að líka fór svo mikið fyrir brjóstið á fólki að það er alltaf verið að ígrunda einhver fáránlega leiðileg mál einhver alls konar hluti en þetta mál var einhvern veginn svona, maður fann alveg fyrir því að það svona var hálfpartinn verið að reyna að komast hjá því einhvers konar umræðu. Ég veit ekki sko, því að Tóti er náttúrulega góður vinur minn sko og ég dýrka hann, en ég aftur á móti þegar þetta var að fara í gegn og svona, þá fann ég alveg fyrir því og ég ef ég átti að giska, þekkjandi manninn og ég veit að hann er heiðarlegur og góður maður, átti ég að giska að þið hafi bara gert ykkur grein fyrir því, ok, þetta er það svona flókið lagamál og það flókin niðurstaða gagnvart í hvernig neytendur eru að fara að græða á þessu, að ég held að við græðum bara meira á því að vera bara í eftiráskýringum það þegar að í rauninni ágóðin af þessu frumvarpi er komin í gegn. En það var bara einhvern veginn sleppt í þá að kynna þetta fyrir þjóðinni út af því að það var einhvern veginn, þetta var bara svona, þetta er too much að kynna þetta fyrir þjóðinni, kerjum þetta í gegn og svo sjáum við lækka matvöruverð. Ég sá lækka matvöruverð. Ég meina, og fólk er eitthvað að segja að það hafi verið að hækka og eitthvað fleira þar fram til göttunum. Ég bara, ef ég er að giska út af því að það er einhverju búin að senda fram einhverja tölur það, þetta hafi vissulega hækkað og eitthvað þannig. Ég er búin að sjá í matarkörfunni að kjöt hefur lækkað og ég er alveg bara, ég skal fúslega viðurkenna það. En aftur á móti, þá finnst mér ákveðin svona, það er verið að tala um fordæmisgefandi líka, mér finnst vera vont fordæmi að einhver mál séu þannig úr garði gerð að það er í rauninni sleppt í að það er rauninni reynt að komast hjá því að fjölmiðlar komast snóður þetta til þess einhvern veginn út af því að það er svo erfitt að útskýra eitthvað fyrir þjóðinni. Út af ég horfa á þetta þannig, þetta er bara eitthvað mál sem er bara allt of flókið til að þess að útskýra fyrir þjóðinni, þannig að við ætlum bara að sleppa því. Það er ekki alveg það sem að, sko, það eru nokkra staðhæfingar þarna hjá þeir sem að ég alltaf leyfa mér að hrekja. Já, endilega. Til þess erum við hérna. Akkurat. Sko, það að þetta hafi verið keyrt í gegn á nokkrum dögum, í skjóli nætur, þessi umræða, þetta var kjaftæðið. Málið var búið að liggja inni í nefndinni í marga mánuði. Það var búið að vera að ræða þetta inn í atvinnuveganefnd í marga mánuði. Það var breytingin sem var náttúrulega aðalmálið, sko. Já, það var búið að vera að ræða hana. Að þarna kom tækifæri til þess að gera þetta út af því að það var verið að gera breytingar varðandi svín og kjúkling. Þannig að þá kom tækifæri til þess að útvíkka frekar. Það sem að við hefðum hins vegar geta gert betur í þessu máli var einmitt eins og þú segir að kynna þetta fyrir þjóðinni á mannamáli þannig að við værum með skýrt agenda af hverju við erum að þessu og hvers vegna við teljum þetta vera gott og hvað við erum að gera. Það hefði við vissulega geta gert betur í staðin fyrir að leyfa bara fjölmiðlum að taka málið upp og vera með alls konar rangfærslur málið, jafnvel hugleiðingar sem að mér finnst alltaf mjög undarlegt þegar fjölmiðlar taka þann pólinn í hæðina að vera með hugleiðingar sem að við bara fara út í að vera staðhæfingar mál án þess að jafnvel að fara ofan í grunninn á því hvað það var sem að, þú veist, og ræða við á einstaklingana. Tóti er búin að koma í mörg viðtöl þar sem hann útskýrir þetta
mjög vel, en hann náttúrulega með mjög mikla þekkingu á þessum málaflokki. Þannig að kannski þetta svona eins og starffræðingurinn sem að þekkir of vel starffræðina, þannig að þannig að það kemur ekki nægilega skýrt fram þannig að þú lærir það. Kannski það sem mistökin sem við gerðum. En ég stend með því að við höfum verið að gera góðar hluti til þess að bæta umhverfi fyrir neytendur varðandi kjöt og verið að lækka, eins og þú segir, verð á kjöti hefur lækkað. Og það var markmið að gefa íslensku þjóðinni tækifæri til þess að neyta heilnæmrar íslenskrar afurðar. Það var markmiðið með þessu. Það var ekki að, eins og haldið fram að við höfum verið að moka undir kaupfélags Skagfirðinga. Það var ekki markmiðið með þessu. Markmiðið var fyrir hag neytenda og fyrir það að við gætum skapa betra umhverfi fyrir bændur til þess að selja sína afurð. Hvaða færsla þetta þá voru Þórólu hérna? Nei, ég að tjóki. En já, en eru það bara fjölmiðlar of heimskir til þess að geta tekið á svona málum? Ég held að fjölmiðlar séu svolítið oft í því að taka einhliða frásagnir og blása þær upp í staðin fyrir við höfum Frásagnir hvers? Bara allra, ekki bara frá okkur. Það bara oft sem að við séum, og þú hefur alveg séð þetta líka, þar sem að við sjáum einhverja umfjöllun í fjölmiðlum þar sem að ekki teknar allar hliðar málsins. Fyrir mér það bara léleg fjölmiðlun. Að fara ekki í það að skoða ofan í kjarnanamálinu, fá að heyra fleiri sjónarhorn, heldur það bara blásið upp, búið til eitthvað múgæsingur í samfélaginu, þannig að þú veist, mynd aftur eins og við komum inn á áðan, það verið að mata mann með upplýsingum sem eru skoðanamyndandi, í staðin fyrir að gefa manni bara alla söguna. En kannski viljum við bara sem þjóð ekki fá alla söguna. Jú, ég ætla að skera það nú snörunni hérna. Sko. Já. Okay, við viljum alveg fá alla söguna og ég veit alveg sko, þú veist, þetta náttúrulega bara mismunandi sjónarmið sem byggja því að við erum að reyna að vernda ákveðin stofn og það ég líka það eru tvær breytur sem eru svolítið mikilvæg fyrir mér í þessu máli að það voru engin bændur sem voru að kvarta yfir þessu þó svo að væri verið að færa rauk fyrir því að bændasamtökin eru bak við þetta mál. Já, og það var allir eitthvað að segja að bændur væri brjálæðir yfir þessu og svo kom engin bóndi og var brjálæðir yfir þessu. Nei. Þannig að það svona stakk mig og svo eins og segi þá fann ég fyrir því, ég fylgist rosalega mikið með verðlagsþróun, sérstaklega á lambakjöt, það finnst lambakjöt rosalega gott, að ég fylgist rosalega vel með verðlagsþróun bara í matvörubúðunum og það lækkaði, ég gat ekki sé betur, 1000 kall eða eitthvað á svona dýrari kjötvörunum, en ég samt, þú veist, það stingum mig bara í augun þegar ég heyri, eða stingum mig í eyrun eða hvernig sem þú horfur á það, en þegar ég heyri einhvers konar undanþágur gagnvart samkeppnislögum og þetta ákveðið trend innan Framsóknarflokksins sem að mér náttúrulega bara ekki, sem mér svolítið í nöp við sem að byggir á því að þið einhvern veginn ætlið að fara að sko búa þannig samfélagi þegar að horfa einhverja heildarhagsmuni og þið ætlið raun að taka frelsi af fólki til þess að búa við eðlilegt samkeppnisumhverfi út af því eins og Björn Þorláksson talaði í þættinum með þér að þetta gæti orðið þegar samkeppni eða kapitalismi án samkeppni rányrkja. Það alveg hætt við því veist, og það bara þannig. Þannig að mér finnst líka pínu mistök sem að Framsóknarmenn hafa verið að gera í þessu máli bara einhvern veginn að segja bara nei, þetta verður bara svo flott út af því að við erum bara að gera miklu betur við bændur og þetta verður allt miklu betra. En það að gefa undanþágur frá samkeppnislögum bara ekkert eitthvað svona sjálfsagt mál. Þetta svolítið svona eins og... Þetta þarf að vera vel ígrundað, sko. Já, og það en mér finnst það vera, sko, mér finnst það ekki vera fjölmiðlum að kenna, mér finnst það frekar að vera ykkur að kenna, að einhvern veginn vera að segja eitthvað, nei, þetta bara eitthvað sem alveg eðlilegt út af því að við vitum bara svo miklu betur. En, sko, ég alveg búin að reyna að komast til svona boss í þessu. Ég veit ekki ennþá alveg, skilur, ég skil þetta bara ekki alveg og kannski það eins og þú varst að segja að Þórarinn Ingiberg sé bara svona klára í þessu að hann skilur ekki okkur hann þurfa að útskýra þetta. En það samt á ykkur að segja, þetta svona svolítið eins og Kári Stefánsson í Kastljósinu að segja við þurfum bara að breyta stjórnarskránni út af því að við viljum koma fólki í sóttkvíarhús. Það var galið. Það ekki lagi. Nei, það ekki lagi. Þannig að þetta svolítið eins fyrir mér þegar þú segir bara nei, við þurfum bara undan það frá samkeppnislögum. En eins og þú segir, þú veist, ég meina þetta alveg, þarna slær svolítið líka mitt hægra hjarta að, þú veist, ég vill ekki óþarfa eða ónýtar undanþágur frá samkeppnislögum.
Við eigum að vera með öfluga samkeppni hér á landi í öllum greinum. Og þú veist, það er einhvern veginn það sem við þurfum að passa og ég er bara í góðri trú það að við höfum verið að gera það í þessu máli. Og ég er ekki að benda puttanum á, eða þú veist, benda fingurum sakarinnar á hvorki fjölmiðla eða okkur, en þú veist, ég er að velta því fyrir mér. Hvernig hefði verið hægt að útskýra þetta betur fyrir íslensku þjóðinni þannig að það hefði komið fram með staðreyndir og svo að við öll skiljum hvað máli snýst. Það er eitthvað sem við hefum geta gert mun betur af og ekki bara Þórarinn Ingi heldur við sem flokkur. Já, svo það kom nú líka fram, við erum að kalla hann Tóta en Já. Þórarinn Ingi Pétursson, þess maðurinn, já. Og þú veist, hann stóð sér gríðarlega vel í þessu máli. Þetta var ekki bara við sem að, þú veist, vorum á bakvið þetta mál. Við vorum mörg sem að vorum að styðja þetta mál. Ég meina, annars hefði þetta ekki fengið meirihluta í þinginu. Þannig að þetta er svolítið þannig að, þú veist, það að benda fingurum á einn eða annan í þessu máli er kannski ekki alveg mín nálgun í lífinu. Þú veist, það þarf alltaf að taka ábyrgð sjálfur. Þannig að, þú veist, hvernig hefði við geta komið fram með upplýsingarna þannig að þær væri meira skiljanlegar? Það er eitthvað sem við þurfum að skoða inn á við með. Já, þetta var spennandi. Þannig þú fær double or nothing. Þú segir að þetta muni leysast farsællega í þeirri mynd sem þetta er. Ég vil meina það. Já. En þú kannski þá bara rekur það ofan í mig yfir öll eitthvað tíma. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin. Sko, það sem stingum í augun er bara þetta undanþága frá samkeppnislögum og við einhvern veginn bara svona, mér fannst vera sára lítil umræða það. Það var það sem, þú veist, þetta er sama eins og með Eimskip og samskipmáli. Straumhvörfin af þeirri, ef það var samráð fyrir hendi, er svo galinn að það ætti bara að verða, þú veist, mér finnst að þetta var miklu meira áhrif á allt samfélagið. Að samfélagsumræðina, það hefur haft áhrif á samfélagið. Ef þetta var fyrir hendi, ég veit ekki hvort það var fyrir hendi, en ef þetta var fyrir hendi, þá hefur þetta haft það mikil áhrif á samfélagið að við ættum að vera að tala um það miklu meira. Algjörlega. En við einhvern veginn erum mikið spennt fyrir því og það við viljum vita hvað kleipir að svona árið 2004. Einmitt. En þú veist, það er bara eitt viðbót með þetta, sko, að þú veist, ég vil svolítið að málin séu leitt til lykta áður en maður fer að vera með of miklar útrópanir eða staðhæfingar í máli. Þá erum við ekkert í skemmtilegu podcasti. Nei, en ég er sem að segja, þú veist, ég vil meina að þetta muni leysast í Hæstarétti. Að það muni koma þar fordæmisgefandi niðurstað þar sem að er raunverulega byggt á einhverjum staðarindum á málinu, þar sem að er kafað dýpra heldur en jafnvel héraðsdómur gerði. Nú er ég ekki að gera lítið úr niðurstöðu héraðsdóms. Við þurfum auðvitað að skoða allt, þú veist, ef við höfum gert mistök eða ef það voru mistök gerði í þessu máli, þá þarfum náttúrulega að taka því alvarlega. En málið það, ég er bara ekki á þeirri trú að við höfum gert neinn mistök í þessu máli. Nei. Hvort þetta meira hægri sinni eða vinstri sinni? Þetta er tvíækisverð, sko. Ég er svolítið vinstra megin þegar kemur að fjölskyldunum minn en hægra megin þegar kemur að atvinnulífinu og efnahagi og öllu þessu og þess vegna er ég í Framsókn. Vinstri í sérhagsmunum og Nei, hægri. Vinstri þegar kemur að til dæmis, þú veist, velferðmálum og þú veist, fjölskyldunum minni og að þjónustu við, þú veist, börnin mín og allt þetta, þá vil ég bara hafa velferð. Og börn annar þá líka? Að sjálfsögðu. Svo það komið nú fram með við vorum að tala um undanþága samkeppni. Algjörlega, þú veist, það er bara þegar að kemur að, þú veist, félagslegum velferðinni bara í samfélaginu. Félagslegum innviðum? Já, þá er ég svolítið svona miðjuvinstri, en þegar að kemur að efnahagslífinu, vexti í samfélaginu, einstaklingurinn fær tækifæri til þess að blómstra, þá er ég hægra megin. Ef þú ættir að kjósa einhvern annan en Framsókn, hvernig myndir þú kjósa, heldur þú? Þú ert að koma. Þú mátt ekki velja heldur miðflokkinn og ég veit að það er second pick. Aldrei. Aldrei. Ég á ekki neina samleið með miðflokknum, ég get alveg sagt það. Ég ætla að standa með því. En málið það, þú veist, ég kannski bara fæ að droppa þessari bombu hérna. Það var mikið reynt að fá mig til þess að starfa fyrir flokkin, fyrir formannskiptin og ég sagði alltaf nei. Og þegar ég hafði ekki trú á því sem... Með flokkin? Nei, Framsókn. Já. Fyrir formannskiptin var mikið reynt að fá mig til þess að starfa fyrir flokkin og ég var alltaf bara nei. Var mjög skýr á því að ég bara, þú veist, ég hafði ekki trú á ákveðnum nálgunum sem að flokkurinn var í, ákveðinni svona vegferð. Svo kemur ný forysta og Sigurður Ingi tekur við og þá var ég tilbúin að taka slaginn með flokknum. Hvaða mál voru það sem að þú varst á móti í gömlu Framsókn? Það var svolítið bara svona hvernig flokknum var stjórnað, hvernig var farið inn í málinn. Það var ekki eitthvað eitt, það var bara ákveðin tilfinning. Sigmundur þá? Já, þannig að miðflokkurinn er ekki mitt second pick. Nei.
En það var bara, þú veist, mér líka ágætlega við Sigmund sem persónu, en sem sko leiðtoga þá hef ég ekki haft það mikla trú á hann ég væri tilbúin að stilla mér á bakveðin. Nei. En hvernig myndirðu kjósa? Þetta er, þú veit að spyrja mig strempina spurninga. Já, það er nú MO-ið hérna. Nei, sko, ég skil ekki okkur fólk er svona feimið þessa spurningu. Ég meina, ég ætla að giska á Kristrúnu. Ég held þessi gott gisk. Wrong. Jaha? Já. Ok, þannig að þú ert með eitthvað í huga. Þá myndirðu kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Já, ok. Þá vitum við það allavega. Hérna... Nei, eins og ég segi, þú veist, ég meina, hægra hjarta mitt slæri nokkuð sterkt og þú veist, ég hef aldrei farið í skotgrafi með það að ég er frekar hægra megin í lífinu heldur en vinstra megin nema bara þegar kemur á einstökum málaflokkum. En ég, þú veist, ég ætla bara að segja hérna áður en að ég, þú veist, gekk til liðs við Framsókn og þá kaus ég Sjálfstæðisflokkinn. Já. Hvað er það við Framsókn? Sko, nefnilega, Framsókn hefur verið ótrúlega áhugaverð, sérstaklega svona síðastliðin ár, verið sko allt frá því að Sigurður Ingi tekur við, vil ég meina, í soldið identitetskrísu sem hann hefur spilað frekar snirtilega úr eins og þið náðu... Hann er bara alvöru leiðtogi þessi maður. Sigurður Ingi? Já. Já, hann er hot stuff, sko, hann er alvöru alfa, en það er sko samt sem áður ákveðin identitetskrísa, út af því að núna, eins og ég var að segja ég spurði hann út í þetta síðast, sko, hvort þið væru orðin einhver svona Reykjavíkur, borgarlínu, lattilepjandi Gísla Martins hérna flokkur. Já, við verðum það aldrei. Nei, en samt sem áður þurfið, en þú vonast að það sé eitthvað af þessu. Já, ég meina, þú veist, við erum öllu landsbyggðina að einhverju leyti. Ég meina, þú veist, höfuðborgarsvæðið líka byggjast upp af fólki sem að flytja til höfuðborgarinnar frá landsbyggðinni. Og hún byggjast svolítið upp þannig í byrjun. Og þú veist, einhvers staðar verður höfuðborg að veruleika og ég meina, þú veist, við erum svolítið samofinn bæði landbúnaði og náttúru og öllu þessu sem við vitum alveg að skiptir okkur miklu máli, sjávarútvegur og meira. En þú veist, að sjálfsögðu eigum við að eiga sterkar rödd í borginni. Við erum þannig þengjandi að við viljum vera að starfa fyrir alla með okkar skýru og þú veist, sterku gildi. Það á alveg upp á borðið í borginni líka. Og við höfum sýnt það bæði í síðustu alþingiskosningum og í síðustu borgarstjórnarkosningum, sveitarstjórnarkosningum, að við eigum svo sannarlega erindi. Finnst þér við vera á höfuðborgarsvæðinu ofdekuruð flón sem að gera sér ekki grein fyrir því hvaðan raunverulega verðmæti koma og þar af leiðandi erum við að gefast upp á landsbyggðinni og erum að grafa undan eigin grunnstoðum sem að við munum reiða okkur á þegar allt fer til fjandans? Nei, ég er ekki þar. En bara góð tilraun samt, Tóti. Sko, ég vil meina að við, þú veist, ég meina öllum borgarbúum þykir vænt landsbyggðina. Er það? Ég held það. Ég bara, vákaði rósamálaður. Mér finnst alltaf, sko, ég nefnilega er eins malbyggaður og þeir gerast, sko, þannig að ég er svona... Og hatar þú landsbyggðina? Ég er fulltrúi borgarinnar eins mikið, bara káringur, vesturbæingur, malbyggaður í gegn og mér finnst við ekki nægilega mikið hugsa út í það hvaðan raunverulega verðmæti koma. Eins og bara það, ég menna, þegar vegið að atvinnufrelsi í samvættu við hvalveiðar og nú er ég ekkert eitthvað sérstaklega hrifinn af hvalveiðum, aftur á móti þegar ég var grænmetisæta þá var sem er eðlilegast að borða hvalkjöt út af því það var mest kjöt per meðvitund. Það er að segja að við þurftum að drepa 1 dýr fyrir miklu meira kjöti frekar en að vera með einhver hænsnabúða sem er fullt af meðvitundu sem við slátrum og bara fyrir kjúklingavængi ertu með kannski einhverja 12 meðvitundir, þannig að það er óeðlilegt. En ég einhvern veginn, sko, eins og með fiskeldi, fólk bara einhvern veginn, já nei, við þurfum bara nú að loka þessu. Já, algjörlega clueless hvað verðmæti er úr að spila, sko. Það er akkurat málið. Þetta er svolítið þetta svona, þú veist, nú er ég frá Ísafirði og ég hef séð samfélagið fara úr, sko, að vera blómlegt niður í það að verða nánast að engu, svo kemur fiskeldið og þá allt í hennu er bara blómleg byggð á Vestfjörðum aftur. Ótrúlega, ég fór bara og daginn, sko. Og magnað að fylgjast með því, bæði, þú veist, fólk sem er bara, þú veist, þetta eru hámenntu störf, fólk er að flytja heim aftur eftir að hafa mentað sig í geiranum, jafnvel viðskiptafræðingar, þú veist, allt bara viðskiptafræðingar inn í sjávarútvegsfræðinga og bara, þú veist, hátæknistörf líka. Málið það að, þú veist, við þurfum að gera okkur öll grein fyrir því hvaðan raunverulega verðmæti koma. Við megum ekki vera svo skammsýn að halda það að, þú veist, að eitthvað verði bara til í verksmiði. Það gerir það ekki. Og ef við ætlum að vera í því, þá þurfum við að fara að flytja inn meira og ég og Framsóknarhjarta mitt er ekki þar.
við eigum að vera sjálfbæri, þú veist, sjálfbærni oft bara hent upp þegar að kemur að umhverfismálum. Sjálfbærni fyrir mér svo miklu stærra hugtak heldur en bara það. Það sjálfbær matvælaframleiðsla sem við þurfum að gera okkur grein fyrir að skiptir okkur eyju út í miðju Atlantshafi öllu máli, hvaðan verðmætin koma, sjávarútvegurinn, við höfum alveg fylgst með umræðinni hvernig þú veist, vegið að honum, já, við getum alveg tekið umræðina það á vettvangi þingsins það hvaða gjöld eða hversu mikið þau að borga til samfélagsins. Málið það samt að þetta skilar störfum út á landi, þetta skilar fjármagni inn í samfélögin út á landi sem heldur þeim í byggð. Og ef við erum ekki með öflugan sjávarútveg, öflugan landbúnað og öflugt til dæmis eins og núna, þá bara ný stoð undir efnahagslífið okkar bara fiskeldi. Ég meina þetta einu stærstu útflutningstekjurnar okkar í dag. Þú veist, af hverju erum við að tala þetta niður? Af hverju þurfum við sem samfélag alltaf að vera að tala niður það sem vel gengur? Og það sem að Vestfirðingar hafa oft fengið að heyra bara, já, þú veist, ok, hvað eigum við þá að gera? Ef við eigum ekki að gera þetta. Opna lundabúðir. Já, einmitt. Því að þú veist, það einmitt svo, þú veist, hvað ég segja, það skilar einmitt svo miklu. En málið það að þú veist, þau heyra svo oft bara, já, þau ekki vera að gera þetta. Nú, ok, hvað eigum við þá að vera að gera? Bara eitthvað annað. Og þetta fer mjög illa í, þú veist, fólk sem búið að fylgjast með samfélagunum sínum, nánast verða engu yfir í það að vera aftur blómlegt út af góðri atvinningurinn sem að mætti vissulega, þú veist, skapa betra regluverk í kringum. Það eitthvað sem við þurfum að koma okkur saman á vettvangi þingsins. En það að segja að ég ekki þar að höfuðborgbúar átti sig ekki alveg 100% á því hvaðan verðmætin koma, en við þurfum að tala meira það. Hvaðan þau koma og af hverju við erum með matinn í búðunum. Og af hverju við erum með það lítið sýklarlyfja ónæmi hérna á Íslandi. Af hverju? Út af því að við erum búin að passa vel upp á okkar afurðir. Ég veit þú þarft að tala vel til Reykjavíkinga út af því að þú þarft að fá það til að kjósa þig. Ég náttúrulega fyrst og fremst landsbyggðartúta, það verður alltaf þannig, sko. Já, en ég menna, þú veist, mér bara fólk ekki gera sér neitt grein fyrir þessu. Ég sæki á Vestfirði, hvað var að segja, svona einu sinni í það mesta 2 mánaða fresti og ég hef verið þarna mikið og þú veist, bara þegar maður tala við fólk einmitt sem þarna og þegar maður ferðast þarna það bara öðruvísi viðhorf. Svo fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu bara, af hverju færið þetta ekki bara land? Sama fólk alltaf að tala eitthvað hérna náttúruverndarsjónarmið. Já, með ekki virkja og... Með ekki virkja á þetta ef það svo ljótt hérna og þú veist, og það þarf bara að prófa að fara upp í Þorlákshöfn og sjá hversu stórar kvíar það þarf til að þetta rosalegt landsvæði undir þetta. Plús það að landeldi með miklu minni framleiðni heldur en sjókvíeldi. Ég held að næstasta landeldi í Evrópu séu á Öxnafirði, það var stærsta ég gæti verið að fara með fleipur en ég held að þetta sé rétt og þetta eldi hérna var með held ég 6.000 tonn í nokkrum kvíum eða einni kví í Patreksfirði eða Ísafirði eru 40.000 tonn þannig að næstasta eldi í heimi 6.000 tonn 40.000 tonn í einu litlum firði. Já. Og svo náttúrulega bara eitthvað, nei, þetta eyðileggja firðina, það della. Það ekki rétt. Það bara rangt, það tekur mestalagi 2 ár fyrir fjörðin að láta hann líta þannig út að það hafi aldrei verið hann eldi. Akkurat. Hver hefur hagsmun af því að það sé ekki lúsbit? Það eru þeir sem eru að fara að selja fiskinn út af því að það bara milljóna tap. Þess að gera allt sem í sínu valdi stendur til þess að standa vel af þessu. Að sjálfsögðu. En við erum hérna með fjólubláa skálaklippingu og latti Háranda Gíslamartin að segja, nei, þetta nú bara ómögulegt og þið þurfum bara að opna lundabúðir. En það ekki út af því að það ákveðin vanþekking til staðar? Jú, en ok, hversu langt ætlum við samt að vera bara meðvirk gagnvart þeirri umræðu? Þú veist, við erum með ótrúlega mikið einhver svona, ok, tökum bara réttindabaráttu síðustu ára. Me Too og Black Lives Matter og allt þetta dót. Bara fjólubláa skálaklippingar út af því að þau eru alltaf að kalla mig hvítan kallmann, hann ég má kalla það fjólubláa skálaklippingar. Hann var bara verið einhvern veginn að byggja alla sína hugmyndafræði á því að þau eigi sjálfkrafa rétt á því að koma inn í umræðu, tala fyrir einhverja svona jaðarhópa sem þau segjast vera að berjast fyrir hagsmunum, eru náttúrulega bara að koma sjálfur sér á framfæri.
alltaf einhvern veginn, já nei, ég sko að fara að tala fyrir þína hönd og svo náttúrulega ef það einhver sko sem í þessum hópi en segist ekki vera tilbúin til þess að gangast við þeim skilyrðum sem að þessar fjólubláu skallagrípingar að setja, já þá það sko orðin meðvirk manneskja gagnvart eigin undirokun. Já, einmitt. Og sama fólki náttúrulega í því einhvern veginn að tala gegn fiskeldi og sama fólki því að sko þau að fá að skattleggja allt sem að einhvers konar verðmætasköpun samhliða því að tala móti þessari verðmætasköpun. Og við erum að vera of lengi bara einhvern veginn meðvirk gagnvart þessari dellu. Þannig að þú einhvern veginn ert að segja henni, já nei við þurfum bara svo útskýrt. Ég held bara að þetta fólk láti sér ekkert segjast og ég held að við þurfum bara einhvern veginn að eiga miklu fullorðnislegri samræður það hvernig við viljum hafa okkar málum. Og ég held að við höfum verið alltaf meðvirk gagnvart þessu undanfarin ár út af því að náttúrulega það búið að vera mikil velmegun og þar af leiðandi einhvern veginn fólk bara, já nei þetta verður alltaf Já, þá getum við allt í einu fara að velja og hafna hvað við viljum hafa þetta. Það virkar bara ekki þannig. Við þurfum öllum þessum stóðum að halda. Þú veist, ég meina ef við sáum það alveg í COVID þú veist, þá áttum við svolítið erfitt með það, bæði hvað var þar útflutning, innflutning, svo kom stríð í kjölfarið af því og ég meina þá fórum við aftur að sjá afurðaverð hækka, hrávöruverð hækka, þú veist, hvernig ætlum við að gera þetta ef við ætlum ekki að hafa allar stóðirnar í laginu og styðja við þær. Það þýðir, þú veist, við megum ekki bara skattleggja þetta upp í rjáfur og segja bara að út af því að gengur vel að þá eigi bara ferðaþjónustuna að borga 1000 sinnum meira og sjávarútveginn 1000 sinnum meira og laxeldið og allt saman. Þetta þarf alltaf byggja á einhverju skynsemi. En ég get alveg tekið 100% undir með þér að þú veist, við sem samfélag erum gríðarlega meðvirk með mjög mörgu sem að jafnvel kemur ekki héðan. Þú veist, ég meina eins og til dæmis, þú veist, Hollywood að berjast gegn því að við sem hvalveiðar. Já, gaurinn hana Momoa eða eitthvað. Já, þú veist. Þá var ég líka bara, ok, ég ætla 100, það einhver fjandans Hollywood-leikari að fara að móta utanríkisstefnu Íslands. Einmitt, og þú veist, þetta það sem að, þú veist, við erum með sjálfsákunarrétt yfir okkar eigin málum, sko. Við erum búin að vera að tala fyrir því, þú veist, minn flokkur vill bara sjálfbæra nýtingu auðlinda hér á landi. Þú veist, þetta bara harmoniserar vel við það. Það markmið okkar, við viljum bara sjá það. Það sama hvort að það sé laxeldi eða bara fiskeldi og svo eða sjávarútvegur eða landbúnaður eða þú veist eða hvalveiðar, þú veist við þurfum á öllum þessum auðlindum að halda og við eigum að nýta þær á skynsaman hátt. En málið það að meðvirknin þegar það kemur að því að við séum alltaf að grípa ég ætla að leyfa mér að segja trend erlendis frá að þú veist og við þurfum alltaf að stíga líka skrefinu lengra í öllu. Það alltaf eins og við þurfum alltaf að vera aðeins meira og aðeins betri heldur en að við gullhúðum þetta. Aðeins. Og þú veist, ég meina það á alveg við nú verði ég hugsanlega tekin að lífi, en það á alveg við MeToo. Þú veist, við gengum það langt með MeToo að núna verið að taka, þú veist, einstaklinga af lífi á samfélagsmiðlum til dæmis, án dóms og laga, fyrir það að hann greip í rassin á einhver minn á Subway eða sagði eitthvað fyrir 1000 árum síðan og það ok, gott og vel. En á fólk ekki að eiga uppreist æru inn í samfélaginu eftir að hafa gert mistök? Já. Þú veist, þurfum við að ganga svona langt með allt saman að við getum leyft bara, þú veist, ákveðnum hópum, ákveðnum öfgahópum í samfélaginu að stjórna því hvernig við högum okkar umræðu og þú veist, ég meina við sjáum það alveg í dag, ég meina ungi drengir í samfélaginu eiga bara undir högg að sækja og þeir vita ekkert hvað viðreynsla, hvenær gengi of langt. Þarf ég að spyrja leyfi ef ég kissi þið einu sinni, þarf ég þá að spyrja leyfi hvort ég megi kissi þið aftur út af ég var bara með leyfi fyrir síðasta kossi. Já, skilurðu? Já, nákvæmlega. Þú veist, hvaða samfélag viljum við búa til hérna? Hvaða pía myndi líka gefa sig upp á einhvern strák? Við vitum alveg, sko, þú veist, verandi ungt fólk hérna að þú myndir aldrei bera svona nægilega mikla virðingu fyrir slíkum strák sem að gæti ekki, sko, og ég, þú veist, ok, þetta gæti, en ég ætla bara að hendi út af því að þú, ég byrjaði þetta, þú veist, það þarf líka einhverja festu, þú veist, strákurinn þarf líka að vera, þú veist, svona sjálfsöruggur og ákveðinn og þú veist, að sjálfsögðu ef það eitthvað svona að misfarast á náttúrulega á hann að bakka, en aftur á móti, ég meina, við vitum alveg hvernig, þú veist, svona leikir fara fram. Það ákveðið peacocking og ég meina strákurinn
Það er enginn að vera að segja mig það til dæmis, ok, Bjarni Ben á sinu prime tíma eitthvað að reyna með einhverja píu, hann var ekkert hérna, er í lagi, ég geri þetta. Þetta er náttúrulega... Þetta er ekki í lagi og ég meina svona fer bara, þú veist, í mínum huga bara ekki viðreynsla fram, þú veist. Ég meina það er okkur eðlislegt, við erum bara dýr í eðlun okkar. Það er okkur eðlislegt að, þú veist, vera í viðreynslu við hitt kynið og reyna að, maka okkur og allt þetta, skilur við. Erum við sem samfélag hreinlega bara að taka þetta element úr okkur út af því að það þóknast ekki ákveðnum sjónarmiðum í samfélaginu. Þú veist, ég er svona veltið þessu fyrir mér út af því að við erum að sjá, þú veist, stráka til dæmis, við eigum ekki að hafa þetta þannig að það sé vera að þrengja þannig að, þú veist, ungum strákum í samfélaginu í dag að þeir þori hreinlega bara ekki að pröfa að tala við stelpur eða reyna við þær. Eða bara gera ekki einu síma þá í staðinn. Já, þú veist, ég meina, hvar ætlum við að setja punktinn? Hvar ætlum við að vera með raunverulega skynsamma nálgun í því hvernig við erum að nálgast nei þýðir nei og það mun alltaf þýða nei. En, þú veist, og það þarf að virða það. En málið það samt smáður að, þú veist, við gengin of langt, pendullin er komin aðeins of langt, þannig að við náum ekki þessu upp að strákunar okkar eru til dæmis bara reynilega ekki að þrífast eins og vel í samfélaginu við myndum vilja sjá. Hvernig þurfum við að stíga inn í það? Erum við sem samfélag að bregðast þig með því að setja eitthvað svona óskrifaðar samfélagslega reglur það að þú þurfir alltaf að vera að spyrja leyfi og svo ef þú gengur aðeins of langt og þú ert, þú veist, kannski í eitthvað hita leiksins, grípur í rassa, þá er allt í hennu bara blásið upp og það er komið á samfélagsmiðla og þú reynilega þarf bara að hætta skólan. Skilurðu, hvar ætlum við sem samfélag að taka þetta samtal? Sko, ég líka vann sem dyravörður í mörg ár og sko, stelpur að mínu viti voru miklu kræfar heldur en nokkuð tíma strákanir í að grípa í og vera eitthvað þannig, þú veist, já, vera svona klæmaðir einhvern veginn. Já, og ég meina, konur eru engu skárri að neinu leiti, ég meina, þú veist, það er bara ekki talað um það. Nei, maður má ekki tala um það. Nei. En hér megum við tala um það. Ég má tala um það. Já, þú veist greinilega ekki kosningabaráttu. Nei, enda þú veist, ég meina ég er bara hreinskilin, þú veist, mun alltaf vera það og hef verið það í gegnum minn pólitíska feril síðustu 3 ára, ég segi bara hlutin eins og það eru og ég vil halda áfram að gera það. Já, nákvæmlega, svo líka, þú veist, önnur hlið að þessu, ég meina þetta er líka slæm áhrif á konur þar sem þær voru ólíklegri til þess að sérstaklega svona ungar konur sem voru ólíklegri til þess að fá stjórnastöður, þá sást alveg bara tölum sérstaklega þegar það er teknað saman í Bandaríkjunum. Akkurat. Að það bara konur voru ekki ránar inn af ótta við það að þær myndi ekki þrífast svona inn í þessum hóp út af það gæti komið fyrir. Þú veist, þó svo að væri kannski bara 2% líkur á hverju myndir vera að taka áhættuna að því að fyrirtækið myndi komast í heimsfréttinar út af einhverju vinnudeilu drama, skilur hann einhverju djammi út af einhverju kleip í rassinu eða eitthvað þannig. Þannig að, já, og þá mannstu líka eftir þessum hugtökum hérna eitthvað, svona kerfislæg, hérna, kynja eitthvað innan vinnustaðar eins og maður bara. Já, þú veist, en málið það bara, við þurfum síðan að leyfa okkur bara að taka þetta samtala á opnum grunni, þú veist, ég meina eins og við erum að gera hér, þú veist, þetta þarf að taka þetta. Og, veist, ég er alltaf að reyna að Þorsteinn var feina svona hingað, sko. Er hann ekki til í það? Nei. Hvað er í gangi? Ég bara skil þetta ekki. Það er þáttur sem ég myndi horfa á. Hann var samt fyrsti viðmælandi þessa hlaðar. Já. Já, 50 þáttur minni mig. Ok. Og svo fór ég einu sinni til hans, svo er ég alltaf að reyna að tuði hann að koma aftur, en hann einhvern veginn vill ekki. Ég með þess að bauða hann að vera með hérna live show með mér. Ég held að það væri geggjað. Það væri ekki ekki. Ég þarf alveg að heyri hann aftur, senda á hann. Já. Og við ætlum að vera með live show. Það væri fjör. Það ekki? Jú, ég held að. En nei, þú veist, eins og ég segi, þú veist, við þurfum að nálgast þessa umræðu af skynsemi og, þú veist, og bara bæði út frá staðrindum og hreinskilni og öllu þessu bara hvað samfélag viljum við búa til hérna, sko. Því að, þú veist, þetta er bara samfélag út frá því sem við erum búin að vera að ræða hérna sem mér bara hugnast ekki fyrir hvorki dætur mínar, nú ég 2 dætur og þú veist eina á ská og þú veist það er bara hvernig ætla ég að kenna þeim á lífið og á samskipti við hitt kynið og allt þetta, þú veist ég vil bara svolítið að þú veist þær fái að upplifa samfélag þar sem að það er bara gagnkvæm virðing og þú veist og öryggi í þessum samskiptum, það verða alltaf eitthvað fíblinn á milli, skilur, það er alltaf þannig en það þýðir ekki að það séu allir það. En það er svolítið hatturinn sem við erum að setja á okkur núna. Það séu bara allir kallmenn fíbl og það er bara ekki þannig. Það er líka bara cool að segja svona, já, heimski kallinn. Já. Það er svona ákveðin svona grunneining innan allskyns svona kímnigáfu að
það er svona almennt séð í lagi að tala niður stráka og tala niður sérstaklega unga stráka. Akkurat. Þeir eru svo heimskir og þeir veit ekki neitt og gera allt vitlaust og kunni ekki að lesa típíski strákar. Já, og, einmitt. En þú veist, þetta er bara samfélag sem mér hugnast ekki að við séum að tala svona strákuna okkar, sko. Já, akkurat. Þurfum að fara að ljúka þessu. Já. Með bjór. Ég til í það. Það ekki? Jú. Við höfum alltaf tekið bjór nokkur sem saman. Heldur betur. Alltaf gaman. Alltaf gaman. En þú ert að fara að velja milli 2 einstaklinga. Ok. Skilur einn eftir heima. Tekur hinn með þér í bjór. Ég hef aldrei gert þetta áður. Okay. Ég eða Sigurður Ingi. Þú? Yes, maður. Vá. Tók formanninn. Ég er bara eins og hallarhend. Bjarni eða Kristrún? Bjarni. Það ekki? Jú. Af hverju? Af hverju Bjarni? Það er svo skemmtilegri. Já, ég hef drukkið bjór með hann er skemmtilegur, sko. Svandís eða Bergþór? Bergþór. Já. Sigmundur Davíð eða Gunnar Smári? Sigmundur Davíð. Það ekki? Jú. Hann er svo skemmtilegur. Hann er skemmtilegur. Brynjar Níelsson eða Diljá Mist? Diljá. Aha. Já, þetta er rosa. Af hverju setur þau saman? Ég veit það ekki. Sko, ég er náttúrulega, ég er ekki búin að plana hennar lista. Ég er bara að gera sem mér dettur í hug, sko. Ok. Diljá er þetta að koma hérna á eftir, þannig að hún verður mjög ánægð með þetta. Lilja Alfreðs eða Snorri Másson? Lilja. Já, vá, eins gott fyrir þannig maður. Þetta átti að vera softball. Birgir Þórarins eða Jóhann Páll? Jóhann Páll. Hann er enda skemmtilegur í bjór. Hann er skemmtilegur. Fórum hann til Indlands, mjög gaman. Með hann til Indlands? Já. Af hverju? Herðu, okkur var boðið af indverskum stjórnvöldum að koma í svona ásamt 14 öðrum ungum pólitíkusum bara Írlandi, Danmörku og fleiri stöðum, Bandaríkjunum, að koma bara og kynnast indverskum stjórnvöldum og indverskri menningu. Hvar voruð þið? Við vorum í Nýju Delhi, fórum til Kashmir og fórum síðan til, hvað heitir borgin? Það sem Taj Mahal er. Agra. Já. Já, ég hef náttúrulega 11 mánuðum á Indlandi, sko. Já, einmitt. Þetta var geggjað, ég var alveg til í að fara aftur. Það ekki? Jú. Já. Herðu, Jón Gunnarsson eða Þórhildur Sunna? Jón Gunnarsson. Aha. Já. Illa farið með, sko, Þórhildur Sunna hefur með þess að hvert það hefur verið á TikTok. Hún er vist skemmtilega í bjór. Ég var til að taka bjór með henni. Já, hún er bara aldrei á landinu, þannig að það er mjög erfitt að ná henni bjór. Já, hún er alltaf einhverjum svona Evrópu-things einhverju. Þorgerður Katrín eða Ardís Anna? Þorgerður Katrín. Þú ert svona hægri sinni. Hvernig sér þetta fyrir þér spilast? Hvernig heldur þú náður inn? Ískalt mat? Ískalt mat, eins og staðan er núna, nei. En ég meina það er ennþá 10 dagar eftir og ég meina ég er bara að sitja í 5. gír, sko. Hafdís, sem þetta gott. Takk fyrir mig.